Hingað kominn Jón Helgi Egilsson, verkfræðingur og hagfræðingur. Þú varst nú hjá mér hérna daginn að tala iSafe, en ég ætla nú reyndar frekar að rifja það upp að þú komst til mín hérna alllöngu fyrir hrun og þá vorum við að tala gengisstefnuna og hvernig hún hefði leikið íslenska hagkerfið og þar var eiginlega vísað aftur í grein og greiningu sem þú gerðir þegar þú varst bara ungur maður hérna árið 2001. Þar sem þú hafði sendt Seðlabankanum bréf og erindi þú og félagiðinn þar sem þið vöruðu við afleiðingum gengisstefnuna sem þá var farið að reka. Nú ertu í doktorsnámi upp í háskóla og hefur verið að skoða þetta og varst með málstofu daginn þar sem að þú spyrð þessar spurningar: felldu bankarnir krónuna eða var það stefna Seðlabankan sem felldi krónuna? Já, það er stór spurt. Málið það að alveg svo Haraldur var að segja á hann, að þá skiptir náttúrulega gríðarlega miklu máli að hvort að þjóðin að skuldsetja sig eða ekki, eða hvort það er meiri innflutningur eða minni og svo framvegis. En ein stærsta breytin í þessu eru náttúrulega gengismálin. Og sumir segja að gengi gjaldmiðla, efnahagskerfa, það er mikilvægasta verðið sem er í kerfinu. Þess að það ákvarðar líka fyrir til dæmis þig ef þú ferð út til útlanda, það ákvarðar þinn kaupmátt, það ákvarðar hvort við getum verið að flytja inn þenslu eða koma inn og svo framvegis. Það ákvarðar hvernig eftirspurn og framboð eru að skerast og svo framvegis. Þannig að það hvernig verðið á gjaldmiðlum ákvarðast, það hefur bara voða mikið að segja það hvernig efnahagskerfið þróast. Og þess vegna var tekin svo ákvörðun fyrir rúmlega áratug á Íslandi að fara úr þessu svona hálfa fastgengi sem þá var yfir í bara flotgengi. Það var formið sem var ákveðið. Og það var ákvörðun að fara í flotgengi, en þá þarfst að taka líka ákvörðun hvernig ætlum við að framkvæma þetta flotgengi. Og það var líka tekin ákvörðun það að það skildi framkvæmt með svokölluðu verðbólgumarkmiði. Og það er eitthvað sem er notað víða í heiminum og var svona tíska á þessum tíma. En á þessum tíma, eins og varst að nefna þá hefðu menn haft reynslu af þessari nálgun í árin fyrir síðustu aldamót. Og við höfum ágjörðið þessu og skrifum þessa grein og vöruðum þessu. Og frá þeim tíma hafa mjög margir á Íslandi náttúrulega varað þessu. En niðurstaðan liggur bara núna fyrir. Eftir áratug í þessu kerfi, þá vitum við það að krónan féll 2001, hún féll 2006, hún féll 2008, við erum í gjaldeyrishöft og niðurstaðan bara er hrikaleg. Og við getum ekkert horft fram með því og þurfum ekkert að deila það, þurfum ekki að skrifa fleiri greinar þetta. Og þá er spurningin, hvað vilja menn gera til framtíðar? Og þá þurfum menn að gera sér grein fyrir því að það er annars vegar erum við með ákveðið form, við ákveðum það að vera með flotgengi, við hefum getað valið fastgengi eða myntra eða eitthvað slíkt. Það er ein ákvörðun. Hin ákvörðun er hvernig við framkvæmum síðan það sem við veljum. Og við ákveðum að fara þessa verðbólguleið. Það eru margar aðrar leiðir sem hægt er að fara og það er ekki ástæðulausu að mörg ríki velja flotgengi. Það er vegna þess að það er ákveðin leið til þess að bregðast við áföllum og það er þannig að það er allavega líklegt að það verði fleiri áföll á Íslandi í framtíðinni og við þurfum að bregðast við einhverjum utanaðkomandi áhrifum. Og þá er spurningin hvað ætlum að gera. Þannig að það er bara niðurstaðan og við þurfum að skilja hvað gerðist og síðan að halda áfram og koma okkur út úr þessum gjaldeyrishöftum. Og bara til þess varðandi gjaldeyrishöftin, það er ekki í mínum huga boðlegt að segja bara að gjaldeyrishöft verða næstu 4-5 árin. Þess að gjaldeyrishöft eru þau brengla öll verð. Þetta mikilvæga verð er algjörlega brenglað vegna þess að við bara ákveðum verðið á myntinni. Það bara gengur ekki upp. Og bara það er stór hættulegt og það gerir það líka verkum að framboð eftirspurn hittast á einhverjum undarlegum stöðum og það verður það sem kallað allratap í þessu. Við erum komið heilan iðnað sem er í því að taka við umsóknum um það hvort að þessi eða hinn megi fara að kaupa gjaldeyri og svo framvegis. Það er fyrir að vera sér kúnst að reyna að spila á þetta. Þetta býr til mismunun. Þetta kostar mikið og ef þetta kostar til dæmis 1% af hagvexti að hafa þessi gjaldeyrishöft, þá myndi það þýða á 5 ára tímabili 3 búðarhálsvirkjanir, bara svo við tökum það dæmi. Þannig að kostnaðurinn við þetta er gríðarlegur, þannig að við þurfum að komast út úr þessu. Þannig að við þurfum að segja, þetta bara gekk ekki upp síðasta áratuginn, þessi framkvæmd, formið er eitt, framkvæmdin er annað, framkvæmdin gekk ekki upp. Við þurfum að endurskoða það, við þurfum að greina það og ég spyr, hver er að greina þetta og hvað vegna þess að menn þurfa að skilja hvað gerðist og svo þurfa menn að máta það við valmöguleikana og síðan halda áfram og komast út úr þessu.
Ég því miður, ég ekki að sjá hérna að þetta sé eitthvað forgangsatriði, en til þess að búa til svona efnahagslíf sem að fungera vel, þá þurfum við að leggja áherslu á þetta. Í dag 1. maí og hérna menn ætla að fara að berjast fyrir betri launum, en það til lítið þess að berjast fyrir betri launum ef efnahagslífið stendur ekkert undir því. Þannig að við þurfum að búa til umgjörð sem að styður við efnahagslífið og það ekki boðlegt að vera í landi þar sem eru gjaldeyrishöft, þannig að við erum hvort út úr því. Nú varðandi málstofuna, þá sem sagt málstofan fjallaði það sem á ensku er kallað sudden stop, sem að Ásgeir Jónsson hagfræðingur hefur þýtt sem snögghömlun og þetta byggir á kenningu sem að hagfræðingur sem var í University of Maryland á þeim tíma, sem sagt, það var á síðustu öld, sem kom fram með þessar sem sagt, kenningar. Og hann sem sagt sýnir það að það getur orðið snöggur viðsnúningur í innstreymi af fjármagni inn í efnahagskerfi og þá gerist það að viðskiptahalli sem hefur kannski verið viðvarandi í einhver tíma, hann þurrkast bara upp. Þannig að viðskiptahalli þarf að vera fjármagnað með einhverjum hætti og ef hann fjármagnað með því að það kemur erlent fé inn í landið og það bara stoppar og þá hættir viðskiptahallinn. En þetta fer síðan oft saman við það að það mikill samdráttur í landsframleiðslu, það mikill samdráttur í einkaneyslu, mikill samdráttur í fjármögnun og svo framvegis og svo hrynur gjaldmiðillinn. Og þetta eftir því, ég var ekki að tala það að þarna hefði verið einhver banki sem fór á hausinn, einhver útrás eða halli á ríkissjóði. Þannig að það sem að Calvo sagði á sínum tíma var að það eitt og sér að sem sagt, vera með viðvarandi viðskiptahalla sem er fjármagnaður á innstreymi fjármagns, erlends fjármagns, það eitt og sér býr til vandamál. Og hann útskýrði það mjög vel á þessum tíma og sem sagt, kom í kenningu og frá þeim tíma hafa með síðan reynt að máta þetta við raunveruleikann, þetta raunverulega svo? Og hann sagði einfaldlega efnahagskerfi landa eru bara mjög mismunandi. Ég meina, þú getur ekki beitt sömu nálgun á Bandaríkin og Íslandi eða Svíþjóð og Íslandi jafnvel. Þetta eru bara, það eru mismunandi aðstæður hjá hverjum einum og það eru aðalega 2 flokkar sem hann horfði til og hann sem sagt kallaði það svona þróunarlönd eða þess að vanþróaðri ríki versus svona þróaðri ríki. Og það líklegra að þetta skapi vandamál hjá þróaðri ríkjunum heldur en þeim sem eru þróaðri. Þróunarríkjunum heldur en þeim sem eru þróaðri. Og það vegna þess að til þess að þetta gengið eina verð að það getur haft algjörlega öfug áhrif eftir því hvort að eftir því hvernig framleiðslan innan kerfisins. Bara dæmi. Ef sem sagt, það einhver peningastefnan gengur út á það að reyna að hækka vexti sem hefur síðan áhrif á gengið að styrkist, þá innflutningur ódýrari. Það fer meira af vörum inn í kerfið. Það gerir það verkum að eftirspurnin innan kerfisins, hún minnkar, þannig að þenslan þar er að draga saman. Það var svolítið það sem að Seðlabanki Íslands var að reyna að gera sem sagt alveg frá meira en áratug að beita þessu þannig. En það hins vegar er þannig að ef verð á innflutningi verður ódýrara, þá líklega að verði meiri innflutningur. En það skapar náttúrulega þenslu hjá þeim sem eru að sýsla með innflutningin, verslun og þjónusta og þeir sem byggja þessu, að það þensla þar. Þannig að það dregur ekki úr þenslu þar. Hins vegar hjá þeim sem eru í samkeppni við innflutningin, fyrirtæki sem að segja, nú bara svo ódýrt að flytja inn að það ekki lengur grundvöllur fyrir okkur að framleiða í samkeppni og þá fer alltaf limpast niður þar. Þannig að það dregur úr þenslunni þar. Þannig að þú ert með 2 aðila hérna, 2 hópa, það sem að sama gengisbreytingin hefur mismunandi áhrif á þenslu og að letja. Og þá fer að skipta máli, hvernig efnahagslífið? Það þannig að þessi þáttur þar sem að framleiðslan meira í því að vera í samkeppni við innflutningin, það ríkjandi eða það ríkjandi að menn séu kannski að sýsla með innflutningin? Þannig að áhrifin eru mismunandi. Og í Bandaríkjunum eru áhrifin allt öðru en Íslandi og bara mismunandi. En ekki málið að Seðlabanki var bara og fastur í einhverjum kreddum? Jú, það það sem að við vöruðum við 2001 og svo í fleiri greinum og fleiri vöruðum við. Calvo var við þessu líka. Hann kemur með mjög ákveðnar tillögur af því hvað ríki þurfa að passa sig á. Vegna þess að ríki eru mismunandi hvað þetta varðar. Og Joseph Stiglitz, hann gerði skýrslu fyrir Seðlabanka Íslands 2001. Hann þá nýkominn úr því að vera að vinna með ríkjunum í Asíu sem lenti í gjaldeyriskreppu og hann sá þetta mjög vel þar. Og hann kemur til Íslands og segir
Já, þið eru búin að ákveða þetta form, þess að flotgengið, þið hafið ákveðið þessa framkvæmd hérna, en varðandi framkvæmdina, þá þurfum við að passa ykkur sérstaklega á þessum hérna þáttum. Það miðaði alltaf því að reyna að stemma stigu við það að lenda ekki í eiginlega því sem að sko Calvo er að útskýra sem svona sudden stop. Og þessi skýrsla var unnið með Seðlabankann, en henni var bara stungið til stól. Jú, hún gleymdist. Hún gleymdist og hefði kannski betur ekki gert það. Nei. Og hérna það var ekki farið eftir þessu, það var ekki unnið samkvæmt þessu og hérna við erum þess að stöðu í dag. Og við fengum allan þennan tíma með þessum háu vöxtum sem sóguðu fjármagnin inn í landið og svo reyndar líka þessum öllum peningunum sem komu hérna inn í landið framhjá íslensku vöxtunum. Já, það miklu meiri það. Ég meina Haraldur var að tala það að hérna það vandamál, sko skuldsetning per se fyrir að vera vandamál því að við þurfum alltaf á endanum þurfum að greiða vexti að þessu og framvegis. Þessi stefna, það má alveg færa rauk fyrir því að hún beinlínis hvatti fólk til skuldsetningar. Já. Af því að, ég meina, þessi háu vextir gerði það verkum að hérna, krónan var alltaf að styrkjast og við þekkjum það að þeir sem fóru í erlendu lánin sko fyrir 2008 að voru þarna tímabila sem bara grændu ágætlega á því að vera í erlendu lánum, tókst bara lán og keyptir einhverja eign hérna á íslenskum krónum og svo bara að því að gengi styrktist að þá lækkaði höfuðstóll lánsins þannig að þú varst að búa til eigið fé. Að það var bara peningamaskína í sjálfu sér að taka erlend lán. Einhverju grændu á því og síðan alltaf töpuðu mjög margir þegar hrunið var. En þetta ákveðin hvatningi því að fara í erlenda lántöku og svo nefndi Haraldur líka og þú nefndi það líka að hérna þetta er ákveðin svona velferðarkerfi fyrir fjármagnseigendur. Hvað eru svona þessi miklu vaxtamunir sem menn hafa verið að keyra á? Já. Hvað er þarna heldur en sko velferðarkerfi fyrir þá erlenda aðila? Við erum í gjaldeyrishöfti núna út af þessum jöklabréfum sem var sofað inn í landið með þessari stefnu. Einmitt. Já. Og hérna nú af hverju voru gjaldeyrishöftin sett á? Var það ekki vegna þess að þessi peningar, nákvæmlega þessi peningar, þeir hefðu farið út á einu bretti og við bara þoldu það ekki. Nei. Þeir voru lokaðir inni. En niðurstaðan er svo svarið við þessari spurningu felldu bankans í krónu eða var það stefna Seðlabankans sem felldi krónu er þá sennilega svo að það var stefna Seðlabankans sem felldi krónu? Já, það fer alltaf eftir hvern þú spyrð. Já. Ég tel mig geta fært sterkar rauk fyrir því bara með því til þess að horfa á kenningar Calvo að ýmislegt sem að Seðlabankinn gerði það stuðlaði að því að hér yrði þessi snögghönnun, þessi sudden stop og það á eftir sér er eitthvað sem ætti að vera til umhugsunar menn þurfa að læra. Menn geta líka bent á það að það voru aðrir þættir í þjóðfélaginu sem að menn hefur kannski betur gert öðruvísi. Menn voru líka að auka hér þenslu út af fasteignaviðskiptunum með lækkun vaxta og slíkt. Ég held svona, í mínum huga er það allavega þannig að stærsti áhrifaþátturinn í þessu er stefna Seðlabankans. Það er að segja hvernig þessi flotgengistefna var framkvæmd. Og ég tek ágætt mark á Josef Stiglitz og hann lagði til að gera þetta með ákveðnum hætti. Það var ekki farið eftir því. Þannig að hérna, já, ég er á því að menn hafi gert þetta stór mistök. Og aðalatriðið er að læra á því og hérna halda síðan áfram. Já. Það er mjög dýrt að vera í þjóðfélagi þar sem að þessi mál er ekki í lagi, þetta er mikilvægasta verðið og við þurfum að komast út úr þessum gjaldeyrishöftum og það er ekkert svar í mínum huga að segja við ætlum bara að hafa gjaldeyrishöftum næstu 5 árin. Það kostar bara alltaf mikið. Já. Jón Helgi, þakka þér fyrir að koma í þáttinn, gerum svo stutt hlé og tölum stjórnarskrá og svolítið íslenskt þjóðerni og svona hvernig það horfum við í þessari veröld.